Sæl kærunaut. Þá komið að ykkar lestri. Þetta svona lestur sem að ég kýs að kalla bara stutt og laggott. Og þetta bara svona tjekk á stöðunni. Afsakið. Þá skulum við athuga hvað spilin vilja segja ykkur. Ég sé fallega tilfinningalíðan í fortíðinni. Einhver ykkar kærunaut eru búin að vera að upplifa það að vera ástfangin, vera skotin eða vera í nánum sambandi, nánum tengslum við aðra manneskju. Þessi dásamlega fallega upplifun sem að það er. Þú hefur tekið ákveðna sénsa, kærunaut, með því að opinbera tilfinningar þínar. Ef til vill hefur ekki verið alveg tilbúin að kafa ofan í mikið dýpi á því sviði, en þú hefur vissulega flogið yfir yfirborðinu. Og partur af því sem að hefur hindrað þig í því að fara djúpt, það eru meðal annars slæmar minningar. Og ég sé í dag, kærunaut, að þú ert dálítið fastur ennþá í erfiðum fortíðarminningum. Og þá er ég að tala varðandi tilfinningamál. Ef til vill ertu með óuppgert samband í pokahorninu sem er að hafa áhrif á það hvernig þú aktar í sambandum í dag. Það getur líka verið einhvers konar sorg sem að þú hefur upplifað. Það er að segja, þá er ég ekki endilega að tala ástarsorg, heldur það getur verið missir einhvers konar eða eitthvað sem gerir það að verkum að þú ert ekki endilega upp á þitt besta hvað tilfinningalífi varðar. Svo fyrir einhver ykkar kærunaut þá er þetta hreinlega það að ástin í fortíðinni hefur ekki verið endurgoldin á þann hátt sem að þú hefði viljað. Og þetta er nú það sem að við sem lesum spil lendum stundum í, að þurfa að vera boðberar svona miður skemmtilegra tíðinda, en þetta er enga síður það sem að kemur hérna fram í spilunum, og hvort heldur sem er að tilheyrir þetta fortíðinni. Og þú veist jafn mikið þetta mál og ég. Þú hefur allavega verið sannur sjálfu þér, kærunaut, og líðanin sem að er að hrjá þig í dag mun dofna og hverfa út úr lífið þínu eftir einhvern ákveðin tíma þegar þú ert tilbúin að takast á við hana. Ég sé framundan mikið hugrekki þar sem að þú ert að stíga fram í nýju hlutverki, og að öllum líkindum ert að fara inn í einhvers konar sjálfsvinnu þar sem að þú ert að kynnast eigin styrkleikum upp á nýtt og standa sterkari að vígi eftir það. Fyrir einhver ykkar kærunaut þá er hérna, eins og ég sagði, sambandsslit eða ást sem ekki er endurgoldin. Það svolítið yfirskyggir allt annað sem er í gangi. Þetta gæti líka verið að annar aðili í sambandi
hefur fallið frá. Sorgin og erfiðleikarnir sem hér koma upp eru ekki með mjög nákvæma sögu varðandi það, en þetta setur þig bara í þau spor að í dag líður þér ekki sem best. En kæra naut, öll él birtir upp síðir og krafturinn og eldurinn sem að þú átt eftir að upplifa með sjálfa þig þegar fram í sækir, hann meiri heldur en þú hefur áður kynnst. Þessi kraftur sem kemur hér inn með elddrottningunni gæti líka tengst ákveðinni manneskju sem mun efla þig og styrkja þig eða veita þér ákveðna leiðsögn sem á eftir að hjálpa þér mikið og fá þig út úr neikvæðum hugsanaferlum sem eru í gangi núna. Ég segi bara við þig, kæra naut, gefðu þig tíma til að byggja þig upp og styrkja þig þannig að þú sért í stakk búin til að takast á við þennan kraft sem að koma inn til þín. Klappaðu þér á bakið og vertu sanngjarnt við sjálft þig, kæra naut. Síðan það rúnaspilið þitt, en þú færð hérna öfuga rún sem að heitir Berkana eða Björk. Ályktanir þínar virðast byggðar á ranghugmyndum sem standa áætlunum þínum fyrir þrifum. Þannig að eitthvað hérna ekki eins og þú heldur að það sé, ekki allt sem sýnist. Þig skorti kjark og áræði til að hrinda áreiðandi verkum í framkvæmd. Íhugaðu vel hvar skóginn kreppir og gefðu dálítið á sjálfum þér. Það þannig þegar við erum föst í hausnum á okkur, föst í erfiðum hugsunum, þá erum við ekki mikið að framkvæma, allavega ekki af miklum krafti, en þessi kraftur framundan. Og ég sé að þú ert að fara að stíga inn í hann. Þannig að hertu upp hugan þó ekki mikið sé í gangi akkurat núna. Að íhuga hvar skóginn kreppir, sem sagt, gerðu þér grein fyrir því hvað það sem þú þarft að bæta eða byggja upp og gefðu það af sjálfu þér. Það oft gott þegar manni sjálfu líður illa að reyna að hjálpa öðrum sem ekki líður sem best heldur. Það hjálpar þér að takast á við þau verk sem aðeins verða þér til góðs. Þannig að það eru hérna ákveðna ráðleggingar sem að kæra naut væri bara mjög jákvætt fyrir þig að taka til þín. Það mikil sjálfsþekking sem kemur í framtíðinni inn til þín. Það að segja að þú læri betur inn á sjálfa þig. Hvað hentar þér og hvað ekki. Og enn og aftur þessi mikli styrkur sem á eftir að fylgja þér lengra inn í framtíðina. Kæra naut, ég óska þér alls hins besta með þetta. Ljós og kærleikur.